Freyja, ert þú ekki ánægð með þessa tilraun? Hvernig þetta tókst? Viltu prófa að fikta í spólunni? Hún hérna. Heldur þetta springi nokkuð? Heldur þú að fá straum? Jú. Þú voru að standa svolítið nálægt, svo sjáir. Ég ætla að prófa að setja straumin á. Ok, tilbúin. Tilbúin? Já. Heldur það springi? Já. Nei. Prófa að setja putana í þetta. Já. Færði enga straum? Enga straum. Það kemur alveg rosa blossi sko. Fékkstu straum? Já. Það finnst mér ólíklegt. Glendir ekki bara putana á milli? Það er svolítið heitir enda spólan. Þetta er bara 12 volt, þannig að... Verið velkomin í vísindatilraun með Viðari og Freyju. Sérstakur aðstoðarmaður minn. Nú ætlum við að gera vísindatilraun í dag, Freyja. Hvað finnst þér um það? Er ekki gaman? Já. Heyrðu Freyja, hvort myndir frekar vilja gera vísindatilraun með pappa eða fara í sund og fá ís og hafa rosa gaman? Hvort vildur þú frekar gera? Vísindatilraun, eða ekki? Vísindatilraun. Sund og ís. Sund og ís frekar. Heyrðu, það sem ég ætla að gera í dag er að ég er með svona sérstaklega spólu hérna. Þetta er svona raflæsing á hurð og það er svona spóla inn í læsingunni. Og spóla er í raun og veru ekkert annað en bara vír sem er mjög langur vír sem er búið að vefja upp og þegar það er sett spenna á þannig að... Pappi, ekki opna hurðina, pappi. Nei, þegar er búið að setja spenna á þessa spólu að þá hérna myndast segulmagn og það sem hún gerir þá spólan er að hún opnar fyrir hérna sko. Myndast segulmagn og þetta tósast til hérna niður og þá var þetta að opna hérna sko. Þannig að annars er þetta bara læst. Það er eitt galli við svona spólur. Það er að það er safna upp svona miklu segulmagni og þá þegar þú slekkur á þeim að þá er það í raun og veru hlaðnar af afli. Já, það er því að spólunar þær mynda segulsvið í kringu sig, segulsvið, og þegar þú tekur strauminn af að þá hrýnur segulsviðið og það reynir að þrýsta sér sem rafmagn aftur inn í vírinn. Og það myndast gríðarlega mikil spenna við það eftir vírnum hérna sem fer þá hérna upp í rafhlöðuna. Þetta er nú ekki nema svona kannski 2 metrar hérna á milli sko. Pappa, sem nappi refur. Hún? Já, nappi refur, ok. Það er gott, hún er cool. Já. Til þess að komast í veg fyrir þetta gerist og þá er alltaf sett svona lítil svona díóða hérna yfir spóluna. Þannig að plúsinn er tengdur hérna. Og það sem að línan sýnir hérna, það blokkar straum á milli plús og mínus. En þetta þá hleypir straum í öfuga átt þegar er búið að slökkva á taka strauminn af. Og oft er svona díóða bara innbyggð í sko læsingarnar, en það er ekki í þessum sko. Þannig að hérna þyrfti maður að setja sko díóðuna hérna milli plús og mínus. Þannig að þetta er nú akkurat öfutjámar ég er með hvítan sem plús hérna, en svona venja væri að hafa það hins veginn. En hérna þannig að maður ætti að hafa díóðu hérna yfir til þess að koma í veg fyrir að þessi mikla spenna sem myndast hérna að hún ryðjist ekki bara öll fram hérna þegar það er slökkt á spólunni. Þá skamhleypir díóðan spennunni bara hérna yfir þannig að hún fer bara í svona hringrás hérna í spólunni og eyðist þar. En ef maður gerir það ekki þá hleypur þessi spenna hérna eftir vírnum og það myndast gríðarlega há spenna á rafhlöðunni og við ætlum að gera tilraun og sjá hversu há spenna þetta er og hversu mikið gagn þessi díóða er að gera í raun og veru. Og það sem meira er að því að þessi vír er svona eitthvað x langur að þá býst ég við að vírinn muni virka eins og loftnet og þessi háa spenna og hún muni sendast út úr vírnum bara eins og vírinn virkar eins og loftnet. Og það sé ég vel að mæla það. Ég er með annan vír hérna bara við hliðina á. Hann er ekkert einu svona lagður þétt upp við það neitt. Hann bara svona
bara liggur svona meðfram. Ég held að ég geti mælt þessa spennu á honum. Það komi truflun yfir á annan vír. Og ef við gefum okkur þetta væri í einhverju húsnæði sem væri kannski tölvur að tala saman og eitthvað. Og það væri tölva, þú veist, tengdi í gegnum þannig vír hérna með einhver samskipti. Og svo þessi rafsegulspóla sem er rétt hjá, á vír sem er rétt hjá. Og þá geti í raun og veru rafsegulspólan, ef að díóðan er ekki til staðar, hún geti þá teknilega séð truflað þessi tölvusamskipti. Af því að þetta virkar bara svo loftnet og sendir út mengun, rafsegulmengun sem fer inn á svona aðra kapla í nágruninu. Og nú ætlum við að prófa þetta. Sjá hvað gerist þegar að við setjum spennu á spóluna með díóðu annars vegar og með yngri díóðu hins vegar. Ertu ekki til í þetta, Freyja? Já. Já. Það var svarið sem ég vildi heyra. Fána það myndina. Það er fáni líka á myndinni. Heyrðu. Sko fyrst þegar ég tengdi þetta þá var ég með svona rofa. En ég áttaði mig nú eiginlega fljótt á því að þá sjáum við ekkert alveg nógu vel hvað er að gerast. Þannig að það er eiginlega kannski eins og gott að vera bara með svona vír hérna, lausan. Og þá sjáum við hvað rofin væri að gera. Hvað gerist þess að ef ég tengi hérna, nú er engin díóð á og þið sjáu það kannski að það kemur svona blossi. Það er rosalega blossi. Þessi blossi, hann segir okkur það að það er mjög há spenna þarna á milli. Þess vegna kemur blossin. Þetta er svona svo stöðurafmagn. Stöðurafmagn getur nefnilega verið rosalega há spenna, það er ekkert rosalega mikill straumur endilega. En sko svona há spenna enga síður getur eyðilagt svona viðkvæma rafeindarhluti. Kemur þessi blossi, það er engin díóða sem sagt, þannig að straumurinn er að ryðjast hérna og hann er að reyna að halda spennunni, þess vegna kemur blossin. Hann er að reyna að halda straumnum og þá kemur þessi háa spenna, mikill blossi. Ég er með hérna svona sveiflumæli og þegar ég var að prófa þetta á hann, þá tókst mér að mæla hérna meira en 1300 volt. Meira en 1300 volt að spennu. Yfir rafhlöðuna. Þetta reyndar í mjög stuttan tíma. Sjáu að hvert strik hérna á milli er 250 nanosekundur. Þannig að þessi púls sem við sjáum þarna, hann er í svona, já þessi púlsar, já þetta er svona 1000 nanosekundur. En ef við mælum yfir vírinn, sem sagt hvaða spenna er á spólunni á sama tíma, þá er hún svipað há, það er yfir 1300 volt, nema þetta er í mikið lengri tíma. En hvað heitir stafurinn minn, pappi? Hann heitir F fyrir Freyja. F fyrir Freyja. Já. Sem sagt, þessi púls hérna, sem við sjáum hér, sem er yfir vírinn, það er púls sem þarf að eyðast upp í vírnum eða spólunni og sendist því út í loftið sem rafsegulbylgjur, bara svipað eins og útvarpsloftnet. Þannig að vírinn byrjar að virka eins og útvarpsloftnet og þetta er púlsinn sem það loftnet sendir út og getur truflað öll tæki í nágrenninu. Þegar ég var að prófa þetta á hann, þá tengdi ég hérna, þetta er líka svona tölvukapall bara, svipað eins og ég menn fyrir spóluna. Og hann liggur bara svona hérna við hliðina á. Bara, þú veist, hann er ekkert eins og mjög þétt uppið, hann er bara svona, hann er uppið hérna á smá kabla. Og ég er ekki með neina díóð í eins og ég segi, þannig að þá fæ ég þessa gríðarlega spennu á vírinn. En svo ætla ég að tengja skópið inn á hinn vírinn sem ég er búinn að gera hérna. Og það er engin tenging á milli spólunar og vírsins sem ég er að mæla núna. Það er engin tenging, þetta eru bara 2 vírar eða kaplar sem að liggja hlið við hlið á mjög stuttu bili. Og ég ætla að sjá hvort ég geti mælt spennuna sem er á öðrum vírnum á hinn vírnum. Rafsegulbylgjurnar að þær hoppa bara yfir á hinn kaplann. Sjáum hvað gerist. Og það sem ég þarf að gera, ég þarf að vera rosalega snöggur að ýta hérna á hóltakkan þegar ég set spennuna á. Og það kemur hérna
blossi og allt fínir í. Og það sem ég þurfti að gera, ég hamaðist alveg hérna á hóltakkarum til þess að vera ná sérst rétt á augnablikinu. Og þetta er niðurstaðan sem ég fékk. Og það sést að þetta er alveg heil langur púls. Þetta eru svona 25 mikrosekundur. Sekundna langur kafli hérna sem koma yfir 20 volta púlsar. Það er sérst að ég er að mæla meira en 20 volta púlsa á kapli sem liggur við hliðina á þessum kapli sem tengdur í spóluna. Og eins og tölvusamskipti eru, þau virka oft kannski bara á 5 voltum eða eitthvað svoleiðis. Og þá er þetta alveg örugglega að trufla svoleiðis. Þess vegna er þessi díóða sett yfir. Og nú ætla ég að setja díóðuna yfir spóluna eins og þetta á að vera gert, eins og þetta er rétt gert, og ég ætla að mæla hvort það sé einhver munur. Þetta verður spennandi. Nú er ég búinn að tengja díóðuna hérna yfir og sem sagt plúsin er hérna megin, þrátt að það sé hvítur yfir. Þannig að í raun og veru það fer engin straumur hérna á milli frá plús yfir í mínus. Díóðan hún blokkar það. En þegar straumurinn er tekinn af, þá myndast þessi háa spenna í spólunni hérna. Og díóðan hún hleypir þá straumnum yfir hérna í öfuga stefnu. Heldur en venjulega. Við ætlum að sjá núna hvað gerist þegar ég set hérna strauminn á. Og nú er díóðan sérst komin yfir. Og við sjáum strax að það er áberandi miklu minni svona blossi. Það kemur alveg smá blossi ef maður horfir vel og ef maður vandar sig við að búa til blossa. En þetta er ekki nærri því eins mikið spenna eins og þetta var áðan. Núna er þetta bara... Við tókst að mæla þetta með herskjum. Viltu koma niður? Já, ég þurrka þetta aðeins sleip. Æ, tókst þér að krassa aðeins á borðið. Ertu orðin þreytt á þessu vísundatelurinn? Já. Viltu að fara í sund bara? Já. Við erum líka alveg að vera búin. Já, bíddu aðeins. En mér tókst sérsagt eftir þó nokkuð marga tilraunir endar að mæla púlsinn sem kemur á þetta svona, og hann lítur svona út. Þetta er sérsagt straumurinn á vírnum. Mér tókst bara alls ekkert að mæla neitt púls á rafhlöðinni. Það er bara eins og hann, það bara slekkur bara, það kemur bara vekkur, engin svona svaka spæk. En það er svolítið munur á 32 voltum og 1300 voltum. Þannig að mér tókst ekki að mæla, eins og ég segi, neitt álag á rafhlöðuna þess þegar díóðan er komin. Það er bara þetta sem smá púls sem kemur hérna á vírinn. Og mér tókst ekki heldur að mæla neitt. Það er eiginlega bara algjörlega minniháttar sem er í rafsegulmengun yfir á aðra víra. Það er bara eiginlega ekki mælulegt. En þetta var mjög gaman. Ég hef gaman að sjá þetta. Ég var alltaf forvitin að vita af hverju þessi díóða er nauðsynleg. En hérna, núna veit ég það. Við Freyja þökkum fyrir í dag. Það var skemmtileg tilraun og gaman að sjá að þessi litlu hlutir geta skipt miklu máli. Er það ekki? Í sammála því? Já, bless bless!